Leikfélag Húsavíkur frumsýnir miðjan febrúarmánuð sýninguna Dýrin í Hálsaskógi. Þetta þekkta barnaleikrit eftir Norðmanninn Torbjörn Egner í þýðingu Kristjáns frá Djúpalæk þekkja flestir Íslendingar. Platan með upptökum á verkinu þar sem Árni Tryggva leikur Lilla Klifurmús og Bessi Bjarna fer með hlutverk Mikka Refs til á mörgum íslenskum heimilum. Við báðum leikstjóran Jenny Láru Arnórsdóttur nú samt að lýsa fyrir okkur söguþræðinum í örfáum orðum. Já, þetta fjallar sem sagt dýr sem búa saman í Hálsaskógi og þau eru náttúrulega misjöfn eins og þau eru mörg og sum þeirra eru kjötætur en síðan ákveður ein lítil mús að það sé ekki sanngjarnt að sum dýr sé að borða önnur dýr og að þau þurfa að óttast líf sitt. Þannig að hann ákveður að búa til lög það að öll dýrin í skóginum eigi að vera vinir og ekki borða hvort annað. Og hvernig kom það til að þið ákváðuð að setja þetta upp? Var það ákvörðun leikfélagsins eða var það þín ákvörðun? Það var ákvörðun leikfélagsins. Að þau sem sagt nálguðust mig og spurðu hvort ég vildi leikstýra nákvæmlega þessu verki. Og þar sem þetta nú svolítil klassík og það alltaf gaman að setja upp barnaleikrit þá sló ég bara til. Og hvernig að vinna með leikfélagi Húsavíkur? Þetta rosalega rótgróið áhuga leikfélag. Já, það bara frábært. Af því að allir sem að koma að þessu hafa svo mikinn metnað og það svo gaman hvað fólk orðið reynt eins og við leikmyndasmíði og búninga og líka bara reyndir leikarar hjá þeim. Þetta alveg ótrúlega öflugt félag. En eins og við segjum, þetta verk sem að flestir þekkja og maður man eftir Bessa Bjarna og Árna Tryggva í þessum hlutverkum. Já. Ertu með einhverja nýja nálgun eða þetta frekar hefðbundið? Nei, ég held að það sé ekki frekar hefðbundið. Já, ég myndi segja kannski að umgjörðin sé meira svona eðlilegri eða svona náttúrulegri, ætti maður ekki að segja það, heldur en oft, af því oft þetta svona pínu teiknimyndalegt og kannski svolítið átt að teikningunum í bókinni þar sem þeir eru svona í meira svona, teiknimyndastíl en við höfum ákveðið að fara bara svolítið rómantíska leið. Og þetta sýning sem bæði fyrir börn og fullorðna? Já, algjörlega. Ég held að sé alltaf þannig með dýrin. Já. Tónlistin hlýtur að skipta gríðarlega miklu máli í leikriti eins og þessu. Hvernig nálgist þið hana? Já, það hérna með okkur einmitt félagsmaður. Hann Sigurður Illugason, Siggi Illuga. Og hann einmitt búinn að vera í mörg ár í félaginu, mest að leika. En nú hann sem sagt sestur í tónlistarstjórastólinn. Og þau eru hérna með 3 manna band. Sem að þannig að þetta bara svona lítið og létt og þau eru í rauninni hluti af dýrunum í skóginum. Þannig að þetta bara svona rétt til að lyfta undir lögin. Þannig að þetta mjög létt og skemmtilegt. Og eru öflugir söngvarar hérna í hópnum? Já, það eru það. Og já, þykist ekki ekkert kunna að syngja þegar vorum að byrja að æfa. Það syngur bara eins og englar. Já. Það æðisleg leikmynd hérna og greinilega við megum ekki sýna hana alla. Nei. Það rosalega mikið að gerast hérna á sviðinu. Já. Og greinilega mikið í þetta lagt. Já. Hvernig ganga æfingar? Heyrðu, þær ganga ótrúlega vel. Það var nefnilega þannig að ég þurfti að byrja á verkefninu fyrir jól. Kom þá í 3 vikur og leikstýrði. Svo þurfti ég að fara til London að leika. Þannig að við tókum pásu alveg í desember. Og ég bara sagði þeim að þetta var tónlist og þau þurfti að fara yfir texta sinn og svona. Þangað ég kæmi aftur og þegar ég kom aftur þá voru margir bara komnir með allan texta sinn. Jável þó þeir væru í mjög stórum rullum og fólk bara svona samviskusamt við vinnu sína í þessu. Alveg, við erum með krakka sem eru 12 ára og síðan bara alveg upp úr. Og það eru allir mjög fókuseraðir á þetta. Það lítur að vera draumur hvers leikstjóra. Það er það. Og ég bara svona passa að þau kannski fá ekki alveg að heyra það alveg strax hvað þeim gengur vel. Svona aðeins að halda þeim á tánum. Þannig að við skulum ekkert fara með það lengra í bili. Nei. En hvenær frumsýnið? Heyrðu, við erum að frumsýna það 13. febrúar. Og síðan verða held ég sýningar bara allar helgar fram á páskum. Eru til að byrja að segja mér bara kannski aðeins frá ykkar hlutverkum? Hvað leikið þið í Dýrunum í Hálsaskógi hérna? Ég Lilli, sem svona eitt af aðalhlutverkunum. Og já, ég þekki hann ekki allir, held ég. Sennilega. Já, ég balsamamma og gef Lilla að borða og svona. Og síðan balsa drenginn
svona einslegt. Þegar þið fenguð að vita að þetta væri leikritið sem átti að setja upp þetta árið, er þetta ekki verk sem þið þekktu fyrir og hefðu kannski alveg hlustað ofta á? Hvernig var það? Jú, ég hlustað mjög oft á þetta. Þetta er mjög spilað reglulega heima. Já, maður bara ólst upp við þetta og held að fjölskylda mín taki þetta reglulega á ættamótum, eða fjölskyldur okkar kannski. Já. Það kunna þetta allir og svona, já, virðast kunna texta og lögin og allt. Haldið að það hafi hjálpað ykkur eða er það kannski erfitt þegar maður þekkir verkið svona vel að skapa sér svona sína eigin nálgun? Já, mér finnst það allavega. Því að maður kann hitt svona sirka, þannig að maður fer ósjálfrátt í að leika þannig. Annars er það held ég ekkert svo mikið öðruvísi. Það hjálpar manni náttúrulega kannski að þekkja verkið, en samt svona, maður kannski vil reyna að gera eitthvað aðeins öðruvísi og reyna að hlýða svona Jenny, hvað hún vil gera. Já. En á móti kemur þá segir fólk alveg hikstalaust við mann, nei, hún sagði ekki svona, af því að það kunni allir diskinautana, sko, eða plötuna. Þannig að fólk mun hafa skoðanir á því hvernig hlutverkin eru leikin. Ég held það. Er þetta búið að vera gaman? Já, þetta er búið að vera það. Já, mjög gaman. Nú líður bráðum að frumsýningu, er komin svona smá fiðringur í hópinn? Já, bæði okkur. Já, ég held að bara, mér er svona bara spenna, bara hlakka til. Þetta er bara einhvern veginn svo gaman að sjá, það er alltaf eitthvað að breytast inn á sviðinu og koma meira og meiri skógur og þetta er bara, já, þetta er bara svona meiri tilhlökkun held ég.